Góðan dag, Erna heiti ég, náms- og starfsráðgjafi hjá Iðunni. Ég ætla að kynna stuttlega hvað raunfærnimat hverju það getur nýst og hvernig ferlið En Iðan sér raunfærnimat fyrir iðn- og starfsgreinar. Í stuttu máli í raunfærnimati verið að meta þá reynslu og færni sem þú hefur fengið á vinnumarkaði í þinni iðngrein og færnin metin til eininga í framhaldsskóla. Með því að fara í raunfærnimat getur þú mögulega stytt nám þitt til sveinsprófs en það aldrei hægt að segja fyrirfram hve mikið metið því þetta einstaklingsmiðað mat. Og reynslan hefur sýnt að þáttaka í raunfærnimati hvetjandi fyrir þau sem vilja ljúka námi því flest fá einhverja áfangametna og þurfa því ekki að byrja frá grunni. Sem dæmi þá má nefna einstakling sem hefur unnið við pípulagnir í mörg ár en ekki með sveinspróf. Viðkomandi þá búinn að læra mikið í starfi sínu við pípulagnir og kann ýmislegt fyrir sér. Í raunfærnimati væri þekkingi staðfest og skráð og námið í skólanum því styttra. En til þess að komast í raunfærnimat þarf 23 ára aldur og að hafa 3 ára starfsreynslu í viðkomandi iðngrein. Það þurfa ekki að vera 3 ár í röð eða síðustu 3 ár, heldur 36 mánuðir í heildina en miðað við fulla vinnu. Og staðfesta þarf starfsreynsluna með lífeyrissjóðsyfirlitum eða skattframtölum. En skoðum aðeins hvernig ferlið gengur fyrir sig. Þú fyllir út umsókn á heimasíðunni okkar idan.is og gögnum líka skilað þangað. Það mjög mikilvægt að þú skráir alla starfsreynsluna þína á umsóknareyðublaði og lýsir líka aðeins í hverju vinnan þín hefur falist. Náms- og starfsráðgjafi hefur síðan samband við þig og það farið yfir umsóknina. Ef eitthvað vantar látið vita, en ef allar upplýsingar og gögn komin, þá umsóknin samþykkt, en að því gefnu að þú uppfyllir inntökuskilyrði. Þegar umsóknin þín hefur verið samþykkt, þá færðu aðgang að sérstökum matslista þar sem þú metur þekkingu þína. Og síðan fer fram svokallað matssamtal. Þetta samtal milli þín og fagaðila í greininni þar sem farið yfir reynslu þína og þekking þín könnuð. Í framhaldinu hefur náms- og starfsráðgjafi aftur samband við þig og ræðir næstu skref, svo sem nám í kjölfarið og aðstoði líka við að kanna með námsframboð en fyrir þau sem vilja ljúka námi til sveinsprófs þá þarf alltaf að taka einhverja áfanga í skóla. Og þú sér svo að skrá þig í skóla þegar þar að kemur. Við fáum ofta spurningu hvað raunfærnimat kosti en þau sem ekki hafa lokið námi úr framhaldsskóla greiða ekki fyrir það. Þau sem hafa lokið sveinsprófi í annarri iðngrein, stúdentsprófi eða sambærileg menntun greiða fyrir raunfærnimatið en það má finna allar nánari upplýsingar kostnað á idan.is. Ef raunfærnimat geti nýst þér til að fá reynslu þína metna, bendum við þér á að sækja á idan.is. Ef þú vilt fá frekari upplýsingar þá finnur þú þær á heimasíðunni okkar líka og það líka alltaf hægt að senda okkur post á ráðgjöf@idan.is eða hringja í síma Iðunnar. Ég hvet ykkur sem hafið unnið lengi í ykkar iðngrein og hafið áhuga að fá réttindi til að hafa endilega samband við okkur. Þessi leið hefur skilað góðum árangri og margir þáttakendur raunfærnimatsins hafa haldið áfram námi og lokið sveinsprófi í kjölfarið og fengið langþráð réttindi í sínu fagi.